Loftslagsmálin eitt helsta viðfangsefni samtímans og við í Sjálfstæðisflokknum teljum að gildi okkar stefnu eigi fullt erindi inn í umræðu þessi mál. Við hugsum í lausnum, Sjálfstæðisflokkurinn tekur þátt í þessari umræðu og hluti af lausninni. Vertu með okkur, það skiptir máli. Velkomin í Loftslagsráð Sjálfstæðisflokksins. Við erum hér að ræða aðeins loftslagsmálin og reyna að grafast aðeins fyrir það hvað hægri menn hafa til málinu að leggja varðandi þetta stóra málefni sem virðist vera málana á þessu ári og á komandi árum væntanlega. En ég er með góðan gest, Friðjón R. Friðjónsson. Velkomin. Takk fyrir. Heyrðu, þú ert með mér í Loftslagsráði Sjálfstæðisflokksins. Já. Og þú ert þekktur aðalega fyrir að vera mjög mikill hægri maður. Og okkar leiðir hafa aðalega leið saman í gegnum mikla hægrimennsku og unglega pólitíkin og svona. Já. En akkur hefur þú áhuga á loftslagsmál? Það eiginlega tvíþætt. Það meðal annars vegna þess að við þurfum að horfast í augu við þær breytingar sem að eiga sér stað á umhverfinu. En ekki síst það þurfum við líka bara að við sem hægrimenn og sjálfstæðismenn að vera tilbúin til þess að ræða þetta út frá þeim forsendum sem að eru þekktar og vegna þess að ef við gerum það ekki, ef við tökum ekki þátt í þessar umræðu, þá erum við að dæma okkur sem stjórnmálaflokk til þess að verða til þess að skipta ekki máli í pólitískri umræðu til framtíðar. Því að við sjáum það að þetta eitt stærsta mál sem efst í hugum nýrra kjósenda og ungra kjósenda. Þannig bara út frá pólitískt praktískum viðhorfi, þá ef við tökum ekki þátt í þessar umræðu, ef við förum ekki inn í hana og setjum ekki mark okkar á hana, að þá getum við gleymt í að vera relevant, svo að ég sletti og eins og ég hef nú oft verið skammaði fyrir, þá getum við gleymt í að vera relevant í pólitískri umræðu til framtíðar. Já, þetta gott svar. En segðu mér, gildi og stefna Sjálfstæðisflokksins, hvaða máli skiptir hún í þessar umræðu og hvar eru snertipunktarnir við loftslagsmálin? Ég held að við eigum einmitt ekki að skilja loftslagsmálin eftir í höndunum algjörlega á hinu opinbera. Ég held og ég algjörlega sannfærður það að lausnin á vandanum muni finnast í einkaframtakinu hvar það finnur sér leiðir til þess að ráða lausna á þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir. Við sjáum það bara hið opinbera hefði aldrei komið með Tesla. Við skulum bara segja það. Og sama hvað menn segja sér, rafbílar eru svona og svona og þeir menga og það verið að setja þá. En þetta bara skref í áttina. Þetta bara skref í áttina til þess að verða til þess að losna undan þessu sprengihreiflinum og eldsneyti og að bora eftir olíu og svo framvegis. Það er ofsalega auðvelt að sitja tilbaka og segja alltaf, nei, þetta skiptir engu máli vegna þess að, og það skiptir engu máli þó við flokkum raust vegna þess að þetta síðan bara fer með það til Svíþjóðar og þar það brennt. En það kemur kannski sá dagur sem það skiptir máli og þá það miklu betra og þá skiptir það miklu meira máli að við höfum farið í gegnum flokkunina og það skiptir máli einmitt að plastið sé ekki bara grafið einhvers staðar í jörðu, heldur frekar nota til þess að búa til rafmagn í Svíþjóð. Og þó að það sé farnar eitthvað opinbera leiðir að því, þá skiptir það máli. Þannig að í grunninn í grunninn að þá þetta bara þannig að þær hugmyndir og þær lausnir sem við sem hægrimenn höfum staðið fyrir í gegnum tíðina það hvernig einkaframtakið og hvernig hugmyndaauðgi einstaklinga sem eru að leitast við að finna lausnir á vanda
eru miklu öflugri drifkraftur breytinga heldur en opinbera nefnda. Þetta alveg ótrúlega fallegt. Heyrðu, þetta bara þannig að við erum til dæmis með íslenskt atvinnulíf og getur verið að það sé einfallega bara áhugi hjá íslensku atvinnulífi að Ísland sé framalega í þessum málum. Getur verið að það myndi einfalda þeim og gefa þeim aukinn tækifæri til dæmis bara í markaðssetningu sinnar vöru á alþjóða vettvangi. Algjörlega. Ég meina, sko, nú mitt fyrirtæki vinnur fyrir önnur fyrirtæki. Svo telur á tugum og stundum yfir 100 fyrirtæki sem við vinnum fyrir á hverju ári. Þannig að og við vinnum með þeim í stefnumótun og við vinnum með þeim í ráðgjöf og stundum í ímynd og stundum í krísum og alls konar. En við sjáum það hins vegar alveg gegnum gangandi að þetta skiptir máli og það skiptir máli, sko við höfum einstakt tækifæri vegna þess að ímynd Íslands græn, ímynd Íslands umhverfisvæn og þess vegna höfum við ofboðslega tækifæri til þess að nota ímynd Íslands til þess að markaðsetja okkar vörur á alþjóðavettvangi, ekki sem einhvern fjöldaframleitan, ekki einhvern fjöldaframleitan eitthvað dót, heldur en sem svona nýsvöru sem dýr en góð og hrein og það getur átt við matvæli, það getur átt við næstu því hvað sem hvernig við framleiðum hlutina vegna þess að við erum að framleiða þá allt okkar rafmagn grænt, öll okkar orka. Við gætum líka gert meira því að flytja út orku með ólíkum hætti og þá ekki bara að tala sæstreng sem að ég mjög þeirra skoðunar að skiptir máli umhverfislega því að við getum ekki og megum ekki vera þannig að halda að umhverfismál séu eitthvað einkamál okkar Íslendinga. Við eigum að taka þátt í umræðinu á alþjóðavettvangi. Við erum ekkert að fara að bakka tilbaka. Við erum ekkert að fara að hætta að nota síman okkar og alla serverana og sem að neti þarf til þess að knýja það allt saman áfram. Þannig að við erum ekkert að fara aftur í einhverja torfkofa. Við munum þurfa rafmagn og við höfum ofboðsleg tækifæri til þess að nota okkar vistvænu orku og þá ekki að tala um að virki hverja einustu kvísl og hverja einustu álangt í frá. Við eigum tækifæri í vindorku líka og alls konar orku alls konar aðferðum við að búa til orku og eins og var bara í fréttum í síðustu viku að Landsvirkjun að horfa það að búa til búa til vetni. Frábær leið að nota hreint rafmagn til þess að búa til vetni og flytja rafmagn í föstu formi. Við erum líka að flytja rafmagn í föstu formi í áli út og það grænt ál og það mun skipta meira og meira máli hvernig hlutirnir eru framleidd. En nú sagðir áðan og ég sammála því, stjórnvöld munu aldrei breyta hlutunum, ekki varðandi loftslagsmálin. Það verða alltaf að koma til framtak og frumkvæði einstaklingana og atvinnulífsins. Stjórnvöld hins vegar að vera með einhvern ramma og gera minnst ákvæmst einhverja lágmarkskröfur og hvetja fólk áfram að setja inn einhverja hvata, þannig einmitt að fyrirtækin geti og sjáu sér ráðrúm og tækifæri því að búa til nýja lausnir, eins og til dæmis Carbfix að gera, eins og Landsvirkjun að hugsa sér með vetnið og fleiri fyrirtæki á Íslandi eru að skoða og eitt af því sem við erum mjög góð í, það jarðhiti og áður en COVID kom til stóð til að halda risastóra jarðhitaráðstefnu á Íslandi þar sem fólk allstaðar úr heiminum ætlaði að koma, mjög margir frá Nýja-Sjálandi sem mjög líkt okkur á mörguleiti og í þeim undirbúningi öllum þá fannst mér alveg ljóst að það er mikill áhugi á þessu og ef okkar lausnir og annara auðvitað sem hafa verið í þessu myndu verða nýttar vísu að ræða í heiminum, það gætu við leyst bara 25% af öllum loftslagsvandanum með slíkum tæknilausnum. Algjörlega og sko mér hefur fundist vandi okkar hægri manna stundum vera sá að við erum hrædd við að viðurkenna að stjórnvöld hafi eitthvað hlutverk
í þessu verkefni. Við erum hrædd við það að sko, við höfum hort, ef við horfum áratugi aftur í tíman, þá horfum við á alls konar heimsendarspár það hvernig allt þetta fyrst að kólna og svo að hlýna og svo framvegis og endimörk vaxtar sem að koma einhvern veginn upp á 1970 og öll olía átt að vera búin og það búið að vera endalausar heimsendarspár sem að sumir í okkar flokki hafa notað síðan til þess að segja, heyrðu, við þurfum ekkert að hugsa þetta mál mun leysast með einum öðrum hætti og þess vegna þurfum við ekki að taka þátt í þessari umræðu vegna þess að vél efnahagslífsins mun bara halda áfram og við höfum bara halda höndunum frá þessum málum. Hins vegar, ef við samþykjum það að vísindin hafa rétt fyrir sér, sem að ég hef tilhneigingu til þess að gera, svona vildur, svo brjálæður. Nákvæmlega, að þá stöndum við bara frammi fyrir því að það ógn og við höfum samþykkt það og við sem hægri menn samþykjum það að við getum notað stjórnvöld, við getum notað samtakamátt okkar í samfélaginu til þess að takast á við ógnir vegna þess að frelsi mitt til þess að sveifla höndunum nær bara þínu nefi. Frelsi fyrirtækja til þess að fara sínu fram nær bara að mínu nefi. Það nær ekkert lengra en það. Og ef að fyrirtæki og einstaklingar og opinberir aðilar skiptir ekki máli hverju þeir eru. Ef að þeir eru að hegða sig með þeim hætti að það ógnar velferð minni og barnana minna og svo kannski einhvern tímann barnabarna, þá finnst mér fullkomlega réttlætanlegt fyrir okkur sem samfélag að stíga inn í og setja reglur. Það bara í grunnkennisetningu og grunnhugmyndafræði okkar hægrimanna að frelsi þitt til þess að sveifla höndunum nær bara að mínu nefi. Frelsi fylgir ábyrgð. Nákvæmlega og þannig að og þess vegna sko, mér finnst stundum við vera hrædd við það. Okkur finnst það óþægilegt að viðurkenna það að einhverjir sem voru andstæðingar okkar í pólitík fyrir 20-30 árum síðan eða enn, hafi einhvern tíma rétt fyrir sér. Vegna þess að við höfum rétt fyrir okkur með kalda stríð, þar að leiðandi hljótum við að hafa rétt fyrir okkur í öllum öðrum málum. Við þurfum að viðurkenna að við höfum ekki alltaf rétt fyrir okkur. Nei, en ekki loftslagsmálin bara áherslumál sem að hægri menn eiga að setja oddinn? Algjörlega. Veistu hver á fyrsti þjóðarleiðtoginn til að tala loftslagsmálin og ógnina á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna? Þú ætlar að segja mér það. Það var Margrét Thatcher og hún var nú hægri maður. Þannig að við höfum þetta beitt okkur og eigum bara að beita okkur enn meira í þessu málaflokki. Fyrsti stjórnmálamaðurinn til þess að tala umhverfismál á Íslandi var sjálfstæðismaðurinn Birgir Kjaran. Það var á 7. áratugnum. Þannig að það er fullkomlega eðlilegt og mikilvægt fyrir okkur sem stjórnmálaflokkur og sem bara pólitískt tengjandi fólk og sko skýt með stjórnmálaflokkin heldur bara sem pólitískt tengjandi fólk sem vill hafa áhrif á samfélag sitt og sem vill bæta samfélagið, þá verðum við að taka þátt í þessar umræðu því ef við skiljum hann eftir, ef við tökum ekki þátt í henni, þá mun hún fara fram á forsendum fólks og á forsendum þeirra sem eru okkur ósammála í grundvallar atriðum og eru alltaf tilbúin til þess að setja mjög íþyngjandi leiðir til þess að finna lausnina. Já, ég held að þetta sé rétt hjá þér vegna þess að ef að allir krakkarnir sem eru að mótmæla heyra bara það eina sem kom til greina sé að hætta að fljúga, skila farsímanum, kaupa aldrei nýjar gallabuxur ef þetta það eina sem fólk heyrir þá auðvitað sér fólk ekki aðra leiðir. Þannig að við þurfum auðvitað að benda á hvaða hægri lausnir geta nýst og verið dugleg við það. Og við höfum líka bara verið fullkomlega meðvituð það að við getum breytt hegðun okkar, við getum breytt innkaupahegðun okkar, við getum breytt því hvað við borðum, við getum breytt því ef við hugsum aðeins og leiðum hugan að því hvernig við erum að fungera inn í samfélaginu og hvernig neysla okkar sko, þá getum við einmitt notað
afl markaðarins til þess að verðlauna þeim sem eru að gera vel, verðlauna þeim sem eru að koma með góða vöru, hreina vöru og vöru sem skiptir máli og hafna þeir sem að verið að framleiða með óumhverfisvænum hætti. En við getum breytt því vali neytenda með hvötum. Við sjáum hvaða áhrif ívilnanirnar sem að okkar formaður og fjármálaráðherra setti inn varðandi rafhjólin. Það hérna allir á hlaupahjóli og rafhlaupahjóli og hjóli og allar götur fullar af loftslagsvænum fararskjótum. Eftir þá hvata? Áðurinn kom hingað þá var ég á fundi sem að ég fór á einmitt á hlaupahjóli og ég fekk komment það að ég hefði komið, þetta var einhver svona 5 mínútna ferð eitthvað svoleiðis. Jú, ég hefði getað labbað en við erum þannig fjölskylda að við erum bara með einn bíl og höfum alltaf bara verið með einn bíl vegna þess að mér finnst að slæm fjárfesting að vera með of marga bíla og við höfum alveg getað að búa, við byggum í Garðabæ og vunnum í Reykjavík og gátum samt sem að vera með einn bíl. Fyrir vikið þá var ég ofta að taka leigubíla í sem alveg hagkvæm leið. En eftir að hlaupahjólin komu, og þetta leigubílstjórar að verða súrar að heyra þetta, að þá hefur neysla mín á leigubílnum hrunið vegna þess að ég freka til að taka vera 10 mínútur á hlaupahjólinu út í góðaverðinu eða vondaferðinu. Ég rendi mitt í vinnuna í rokinu í morgun á hlaupahjóli. Heldur en að vera í heldur en að sitja í bílnum. Og þetta bara svo miklu betri og umhverfisvænni leið heldur en að þjösnast alltaf í bílnum sko. Og þetta markaðurinn, þetta bara pjúra markaðurinn og það eftirspurn eftir þessu og við munum sjá þetta breytast mjög hratt og við erum að sjá, sko ég hef líka verið að tala svolítið amerísk stjórnmál og við sjáum það í pólitík í Bandaríkjunum, þar eru hlutinir að breytast mjög hratt vegna þess að það að koma ný kynslóð kjósenda inn á kjósendamarkaðin. Þessi svo kallega setakynslóð sem eru krakkar svona að 23 til 25 ára. Núna þetta á Íslandi eitthvað 25.000 kjósendur, cirka bát. Þau hafa önnur viðþorf í umhverfismálum heldur en kynslóðurna sem eru undan. Næsta kynslóð undan meira meðvituð umhverfismál en þessi nýja kynslóð miklu meira meðvituð umhverfismál. Og við verðum að hlusta á þessa kynslóð, við verðum að vera tilbúin til þess að taka þátt í umræðinni með þeim vegna þess að, og þetta ekki bara út frá einhverjum pólitískum forsöndum það að sjálfstæðisflokkurinn hrynur í fylgi ef hann gerur það ekki, heldur bara líka það að við þurfum bara að vera þátt, sko, að involvera alla í samfélaginu og taka þátt í umræðinni líka á þeirra forsöndum. Við getum ekki setið tilbaka einhverjir miðaldar kallar og kellingar og bara fussað og sveigjaði yfir þetta var nú allt öðruvísi í mín ungdæmi. Já, og það var allt öðruvísi í það nákvæmlega það sama og fólk sagði þegar viðkomandi, þeir sem eru núna 70, þegar þau voru 20 og 30, þá var 70 fólki að segja þetta var nú allt öðruvísi í okkar ungdæmi. Hlutinir breytast, heimurinn þróast og þjóðfélagið þróast. Þannig að við erum bara í allt öðrum heimi heldur en við vorum fyrir þegar ég fæddist þá var á Íslandi þá var ein sjónvarpsstöð og það var ein útvarpsstöð þegar við fæddumst það var ein sjónvarpsstöð og ein útvarpsstöð og það var frí júlí og það voru 5 tegundra brauð í bakaríunum vegna þess að það voru niðurgreiddu brauðin sem að verðlagsráð brauðmats eða hvað sem það get engin bjór nákvæmlega og stýrði því og það voru verðlagsnefnd mjólkurafurða að stýra öllu með valdboða ofan. Ísland hefur, og við viljum ekki fara aftur til Íslands sem að við ólumst upp í sem að var miklu lokaðra, miklu þröngsýnna, miklu hvítara, miklu leiðilegra og við getum ekki farið aftur tilbaka
Nei, ég held okkur langaði ekki neitt sko. Nei. Boðabönn eru kannski ekki í leiðin áfram, heldur hvatar Já. og einhvers konar samtalum hvaða leið er best að fara og hveta atvinnulífið áfram sérstaklega í því að finna nýja lausnir. Er ekki að besta sem við getum gert fyrir þessa krakka sem eru að mótmæla að stuðla því að þau geti mennta sig vel svo þau geti fundið lausnirnar? Ég held að unga fólki sem er að mótmæla hafi ekki þolinmæðina til þess að bíða eftir því að þau fari í skóla og komi sér fyrir og finni lausnina. Ég held að við þurfum að sýna meiri lit og taka meiri þátt í þessar umræðu og hafa allar kynslóðir með í þeirri umræðu og verða miklu meira svona nú detti í sko slangrið að vera proaktífari heldur en við höfum verið og sérstaklega sem stjórnmálflokkur. Sækja fram. Við getum ekki beðið eftir að hlutirnir einhvern veginn að umræðan komi til okkar. Það er algjört skilyrði, fyrirgefðu, ég ætla ekki að grípa fram fyrir þeir, en það er algjört skilyrði finnst mér að ef að Sjálfstæðisflokkurinn fyrir næsta ríkisstjórn þá verður hann að taka umhverfisráðuneytið og hann verður að taka þátt í þessari umræðu af mjög mikilli alvöru og ekki ganga inn í þetta með einhverjum hættum það að þetta sé einhvað sem að skipti ekki máli. Því þetta skiptir öllu máli. Einmitt. Hugsum í lausnum. Er það ekki bara það sem við ætlum að gera í þessu eins og öðru? Það hlýtur að vera. Já. Heyrðu, við komumst ekki lengri í dag, Friðjón. Takk fyrir þetta. Ég vona að hægri menn sé að hlusta og að við náum að spjalla meira saman í næstu þáttum. Takk fyrir í dag.